Komið sæl aftur. Við erum komin þá í 7. ferð og staðan eftir 6 umferðir þannig að Arnar Gunnarsson er einn aftur með 6 vinningar 6, Jóhann Hjartarson í öðru með 5 af 6 og Bragi Halldórsson með 4,5 vinning af 6. Svo koma fjölmargir með 4 vinninga, Guðmundur Gíslason, Ásgeir Örn Kárason, Lenka Batasnikova, Halldór Ingi Kárason, Halldór Pálsson og einhver sem kallar sig Holy Vela sem heitir Heimir Ásgeirsson. Og við skulum kíkja á skákir 7. umferðar og þar eru að tefla þessi tveir hérna, Arnar Gunnarsson og Ásgeir Örn. Arnar með hvítt og hvað gerðist eiginlega hérna í byrjuninni? Það var enskur leikur, riddari D5, 1-4, riddari G1, svona hafa menn telt áður. Það þykir ekkert skrítið og býtu allt í einu gefst Ásgeir upp, hvað gerðist eiginlega hérna? Já, Arnar vann E4 peðið, já. Og ekki nóg með það heldur fekk hann smá viðspyrnu á miðborðinu með D4 og vann svo bara F-peðið í framhaldinu hérna. Ásgeir bara gafst upp 2 peðum undir. Hvað er meira að vera? Hérna er það Jóhann Hjartarson með svart á móti Bragi Halldórssoni og það var hollensk vörn hjá þeim. Leningardafrið og riddarinn eru H3 hérna hjá Braga sem fyrir beint í Kóngsó. Veiki kóngstöðu Jóhanns en kannski kemst ekkit lengra með þetta eða hvað. Hróka langt í áttjálfaði telti Braga og Jóhann er sjálfur farin í sókn á Drottningaveginum. Og nú er þetta bara eins og hálfgert drekafrið, svartur að sækja á Drottningaveginum. Og meðan hvítur reynir að nýta sér opnu hálínuna. Svartur virðast að vera aðeins svona líklegri til þess að vera á undan en samt kannski ekki alveg ljóst hvernig hann á að halda áfram með þetta. Kannski geta hann eitthvað hoppað með riddarana sinna eitthvað, fundið einhverja reyti hérna á Drottningaveginum eða Jóhann leikur kóngur F7, drepið, G-drepur. Nú fær hvíti riddarinn reyta á E6 ef hann vill. Það er enda kannski einhver taktík sko, ef riddarinn fer eitthvað, riddari drepur, nei, ég veit ekki, ég var úr riddari drepur D5 drepur drottning C-skák og mát síðan á B2 ef hann hefði leikir riddari E6. Ég er ekki alveg viss að það gengið. Jóhann snýr sér aftur að kóngsvagnum og Bragi virðist vera með hörku sénsa í þessari stöðu. Það er óþægileg pressa á svörtu stöðuna síns mér. Biskup H6 sem er örugglega góður leikur hjá Jóhanni. Spurning hvort að Bragi þurfa að bakka aftur með biskupinn. Þetta gæti verið veikt á einhverjum tímapunkti, reyndar ekki strax svo sem vegna þess að riddarinn er leppur. Lenka er að tefla við Guðmund hérna. Hún er að tefla við Guðmund og er með hvítt, Guðmund er með svart og Lenka er peði yfir í augnablikinu eftir einhvers konar kóngsindurja sem að breytist út í eitthvað frekar svona frumlegt þannig. Hún virðist hafa komið, já, Guðmundur er í miklu vandræðum hérna. En hann er búinn að skipta upp. Samleiti biskupar, góði vinningssensa fyrir hvítan. Ég lýsi því yfir. Hvað er meira að vera hérna? Hverjir eru að tefla? Hér er það ungur efnilegur skákmaður Gunnar Erik Guðmundsson með hvítt á móti Kristjáni Halldórssoni og þetta var semislaf sem að svartur var að tefla. Hvítur leikur E4 og er með meira rými svona, klassískt bara. Bara svona nokkur jafnvægi virðist vera. Nokkuð jafnt. Nú getur svartur drepið drottningu og haldið D-línunni. Svartur er kannski örlítið líklegri ef eitthvað er af því hann er með D-línuna og hvítur er líka með mun verri tíma.
drottning D2, hóta B2 peðinu, það er svona hægt að reyna ýmislegt fyrir svartan. Drottning B4 einmitt, hótar A4, hótar B2, hótar hókur D2, nú er þetta orðið dálítið erfitt fyrir hvítana því að ef hann leikur drottning C2 þá kemur hókur D2 síns mér. Þannig að spurning hvort að hvíti verður ekki bara að reyna að vera virkur, tefla virka vörn einhvern veginn einmitt. Vel gert hjá Gunnar Erik, það er eini sénsinn að reyna að vera virkur, myndi ég að halda. Þannig að nú ef að svartur tekur á A4 eða C4 ætlar Gunnar Erik að taka á B6. Það vestur hvítan hvað hrókurinn hans er passífur og hann er alveg að falla tíma. Það væri mjög freistandi fyrir hvítan að geta virkað hrókinn einhvern veginn, það er ekki auðvelt. Núna til dæmis hrókur D4, kannski fyrir svartan. Hóta C4 peðinu. Og hvítur á 5,7 sekundur eftir. Það er mjög erfitt að tefla þannig. Drottning draugur B2 og sýnir svartur vera að taka þetta hérna. Ef við kíkja aftur á Jóhann og Braga og Jóhann var að vinna, hann hefur einhvern veginn náða, já, hann plataði Braga hérna, já, einmitt, tók á D5 og hrókurinn á D1 er alveg ofhlaðinn, hann er að valda þennan og hér og þessir uppnámi og þá hrynur þetta bara hjá honum. Hérna og Jóhann vinnur mann. Það vinnur mann, þá sjáum við Lenku og Guðmund aftur og Guðmundur er að vinna hérna allt í einu. Hvað gerðist? Það sýndist Lenka að vera mjög vænlega stöð. Já, Guðmundur hefur fengið frípöð sem var óstöðandi í endateflinu. Við erum borð. Hvað er meira að vera hérna? Arnar vann, já, hann er með 7 af 7, alveg óstöðandi, drengurinn. 2 skákir eftir. Það er 2 eftir, það er Halldór, það er afsakið, Halldór Pálsson með svart á móti Heimi Ásgeirssyni og Heimir er að vinna þetta hérna. Og þá er umferðinni bara að ljúka, það er 1 skák enn í gangi, það er ennþá Gunnar Erik er enn að tefla, það er að berjast hérna einhverjum peðum undir, reyndar báðir í bullandi tímarækki, þannig að það er alltaf séns á anstæðingurinn í tímarækki. Drottning A8, eini sénsin fyrir hvítan er að ná einhverju þráskák. Drottning E8, kongur G5, ok, kannski hér. Það er kannski hægt að skáka hérna á þessari skálinu. Svartur leyfir það ekki. Og kannski ætlar hann hingað. Drottning B8, ætlar hingað. Þetta verður ekki stoppað. Alltaf svartur sé að vinna þetta. Svartur er 1,1 sekund eftir. Nær hann að klára þetta. Drottning B3 núna. Já, hann bakkar. Gunnar segur í vörninni. Bíður átekta. Ef svartur passar svo falli ekki tíma þá hlýtur að vinna þetta endanum. Nei, drottning draugur G7 var mát. Gunnar Erik átti mát í einum leik. Drottning draugur G7 þegar kóngurinn var á G5. Misti af því alveg í bullandi tímarækki. Og nú er svartur að hóta máti og vekja upp drottningu og þetta er búið. Það missir reyndar á mátinu en fær drottningu og það er engar skákir eftir, nú er drottning hafa þetta mát. Hann gerir það og 7. umferð lýkur þar með. Og þá er staðan þannig að Arnar er með 7 af 7 eins og það segir. Jóhann fylgir hennu fast með 6 af 7. Guðmundur Gíslason, Heimir Ásgeirsson og Halldór Ingi Kárason næstur með 5 af 7. Og í 8. umferð þá er það Arnar, efsti maður sem hefur hvítt á Heimi. Það er einsku leikur eins og áður hjá Arnari. Á sama tíma er það Jóhann sem hefur hvítt á Guðmund Gíslason. Sjáum það hér. Jóhann hefur hvítt á og Jóhann hefur ákveðið að leika
B3 gegn Sigurleifur Guðmundar og C4 og E5. Við sjáum að báðir búin að loka miðborðinu. D5 reiturinn er veikur hjá svörtum og D4 reiturinn er veikur hjá hvítum og þetta verður mjög lokuð staða. Jóhann leikur örugglega, já hann fer með biskupinn þangað, ég átti nú frekar vonað að hann fari með hann kannski G3 bara. Og þetta verður örugglega þung stöðubarátta hjá þeim félagunum. Halldór Ingi Kárason er hér að tafli með hvítt á móti Braga Halldórs og það hófst sem ensku leikur, slaginu skvörn og G3, biskup G2, hérna getur Bragi leikið E5 og er það örugglega með fína stöðu. Biskup F5, kannski fyrir hvítur út í eitthvað svona, klassist í svona svipuðum stöðutífum, eða kannski D4 fyrst og svo drottning B3, hann leikur D3, hvítur fer sér frekar hægt í þessar stöðu. Kannski riddari C3 og reyna að tefla upp á E4 einhver tíma. Það er hugsanlegt. Við skulum sjá aftur Arnar og Heimi. Arnar efstur með fullt hús og hann er að keyra á Heimi, sést mér hérna, með miklu meira rými. F4, já, með mjög betra tafl hérna. Og hann er ekkert að tína hlutina að fórna peði, vinna það tilbaka. Svarti kóngurinn er fastur á miðborðinu en nú getur Arnar, já, hvað, getur tekið á C8 og reikið kannski hrókur F5 og tvöfaldar hrókana. Það leikur drottning D3, hann stoppar allt mótspil svart. Arnar er sérfræðingur í þessu að takmarka mótspil andstæðingsins. Næsti leikur spá ég verði hrókur F5 og svo hrókur C til F1 með pressu á helsta veikleika svart sem er, nú er hann að stoppa máti fyrst, þannig að Arnar leikur örugglega G3 eða hrókur F2, G3 á og næsti leikur þá líklega hrókur F5. Og ég spái því að Arnar vinni þessa skák, þetta lítur ekki vel út fyrir, og nú mist hann á riddari draugur D5. Ég gerði það líka, sem allt í einu er C-peði leppur, hrókurinn ávaldaður og þetta er skelfilegt fyrir svartan að fá þennan riddara inn í stöðuna hjá sér. Verður að leika riddari D7 og nú getur Arnar líklega fyllt þess eftir þá með hrókin hér eða þá bara skáka hér og haft þetta einfalt, dreipið sér með hrók og verið peði yfir, já eða bakka með riddara. Riddarinn getur verið að fara hingað, hann getur verið að fara hingað og enda hér. Mjög gloppótt stað hjá svörtum og svartur getur ekki hrókað. Nú kemur riddari F5 eða riddari C4. Riddari F5 þá kannski riddari dreipur E5, það þarf að passa sig, já hann gerir það. Eins og var að segja að Arnar er góður í að takmarka allt mótspil og þarna var svartur að hóta í þessu og hann bara kemur í F4 hótuninu. Ekkert að flækja þetta neitt. Nú kemur þessi eða þessi hérna. Næst. Og ridd 5 hlýtur að vera. Eða hrókur F5, hrókur F1. Það var líka mjög. Nei, Arnar ekkert að flýta sér. Kóngur H1 bara. Lætur svartan leika. Skulum aðeins kíkja á fleiri skákir. Skulum sjá hvað er að gerast hérna á efri borðanum. Jóhann á móti Guðmundi. Þessi lokaða staða þarna áðan, hún er að opnast. Guðmundi var að leika F5 og Jóhann drep. Guðmundi leik E4, já. Með þeirri hugmynd að ef að Jóhann drepur hér, þá getur svartur leikið D3 og opna fyrir biskupni sinn. Þannig að Jóhann bakkaði með riddarana H2 og hann spurði hvort að Guðmundi bara, já, hann er með þennan riddara hér í uppnámi og hann getur ekki tekið hér með peði. Hann bakkaði með riddaran, já. Og þá er hann búinn að gefa peð fyrir smáspil. Hann er með þessa löngu skálinu hérna fyrir hennar biskup. Þannig að þetta er ekki, já hann þarf að passa sig, kannski biskup D3 eða biskup F3, já, reyna að valda þetta peð. Má hann taka hér, þá kannski riddari burtu og vinnur hrók á A1. Já, hann getur að fara í uppskipt á drottningum, en þá er þetta peð svolítið lúmst í endatöflunni. Hann drepur samt, ok. Hvað ætlar hann þá að gera eftir riddari H5? Ætlar hann að taka bara A7 og gefa hrókin og vera þá með einhver 3 peð fyrir skiptamönnum. Getur tekið hér, já.
Hann hefur nú nei, hann fer hingað, hóta riddaranum. Sko, nú getur Guðmundur tekið hrókinn. Nú getur Jóhann skákað hér. Guðmundur hlýtur að mista því, af því að ég skil ekki alveg hvað er að gerast. Sko, ef hann tekur hrókinn á A1, ég veit ekki alveg hvað er að gerast, sko. En skák, ok. Og nú er Jóhann að lenda í vandræði með drottningunni sinna, eða hvað? Drottning E7, hvað endar þessi drottning? Hrókur C7, drottning E8, sleppur hún út eða hvað? Drottning E8 núna. Drottning 1-8, kemur, hrókur finnur 7. Svartur með spil hérna, hann notar eftir pöðinu. Jóhann leikur F4. Riddari D3 eða riddari C4. Þó að Guðmundur sé 2 pöðum undir, þá er hann samt ennþá með smá spil hérna. Drottning Davíð 3, já, þetta er ekki alveg búið. Jóhann þarf að vinna úr þessu. Hvað er að gerast í hinum skákunum? Hvað er að gerast hjá Arnari, efsta manni mótsins? Hann er með vinningsstöðu, hann er nú ekkert samt með, ég bjóst nú við, hann væri búinn að klára þetta síðan áðan, ég finnst þetta að vera í buttandi kóngsókn, en hann er skipta mun yfir á og peði og heimilgestum. Arnar er með 8 vinninga, 8 mögulegum. Arnar á þetta til að fara á algjört flug á svona hraðskokksmótum og verða alveg óstöðandi. Og mér sýnist það vera að gerast núna einmitt. Kíkjum aðeins á neðri borðin og sjáum hérna Gunnar Gunn og Chessmaster 3000. Ætli þetta að sé hinn eini sanni Gunnar Gunnarsson, fyrir Íslandsmeistari knattspyrnu, já, þetta er hann. Og hann er að tefla við Chessmaster 3000 sem er að ég held Hjálmar Sigvaldason. Mér minnir það. Og Gunnar sem er með hvítt er greinilega að vinna. Hann er 4 pöðum yfir í hróksendatabli, hann er oft bara náð að vera 1 pöð yfir. Nú leikur hann hrókur F8 og vinnur F5 pöð og er það með 4 samstæð frípöð. Og það er alveg nóg þó að það væri bara 2, jafnvel bara 1, það myndi vinna. Gunnar vinnur þetta, hann er með mun betri tíma og Hjálmar gefst upp hér. Ekkert við þess að gera. Síðustu skákirnar í 8. umferð eru enn í gangi og þar er Jóhann enn að tefla við Guðmund. Hörku staða hjá þeim. Guðmundur er að hóta máti, Jóhann bjargar því með leika háfur og mér sýnist Jóhann vera að taka þetta nema hrókur C2 já, Guðmundur fjall tíma hérna. Sko, ég hugsaði hrókur C2 sem að hóta drottning G1 skák og vinnur biskupinn. Hvað hefði Jóhann gert í því? Kannski hefði hann bara leikið kongur H3, kannski hefði hann farið í uppskipt á drottningum. Það er náttúrulega með rosa mörg peð. Það er ekki auðvelt að stoppa þau. Þannig að 8. umferð er að ljúka og Óskar Long er hérna að tafli og hann er hrók og manni undir á móti þessum hér sem ég man ekki alveg hver var. Kristján Halldórsson líklega, já, Kristján Halldórsson einmitt. Og Óskar er að berjast í tímarhækjunu en mér sýnist það ekki vera að duga til. Hvítur á auðvelda úrvinnslu framundan og ég reikna með að Óskar fari að gefast upp. Það er ekkert hægt að berjast áfram í þessu meira. Svo er hérna ein skák í viðbót og það, já, Óskar gafst upp og það er það síðasta skák umferðarinnar og hún er líka klárast. Halldór Pálsson er að vinna Óskar Haraldsson. Og þá er 8. og næstsíðustu umferð lokið og Arnar er þá einn efstur með 8-8, Jóhann með 7-8 og næsti maður með 5,5 er Halldór Ingi Kárason. Þannig að hinir hafa dregist aftur úr og í loka umferðinni þá er Arnar Gunnarsson með svarta móti Lenku og duga jafntefli til þess að vinna mótið, en ef ég þekki Arnar rétt þá ætlar hann sér að vinna með fullu húsi
Síðan það eini stórmeistari mótsins, Jóhann Hjartarson, svart á móti Heimi og það 4P árásin. Hún hefur sést áður í þessu móti og Jóhann leikur 1-6 og Heimir drepur það og leikur drottning E1. Og það bara skák og mátplan hjá Heimi að því hann ætlar að leika núna 5-4 hérna. Og eða riddari Gunnar 5 og reyna að máta Jóhann á kóngsvagnum. Jóhann náttúrulega ekki sérstaklega spenntur fyrir að láta máta sig. Þannig að hann rekur riddarinn í burtu. F5 gæti komið á einhverjum tímamóti og biskup bara H6, það svona helstu hugmyndirnar. Eða þá 1-5, það þessum biskup, þannig að hvítur vissulega með smá sóknarfæri. Og færi Jóhanns fylgast einhverjum í því að leika Bjarni 5 og reyna að opna línur á drottningavægnum. Og Jóhann býður Heim upp á drottningaruskitið sem ég reikna með Heimir fari ekki í. Hann leikur örugglega drottningunnar 4 eða bakkar aftur á E1 eða F2. Ég spáði því. Hann bakkar á Gunnar 3, hóta G6 peðinu. Við sjáum að ef Jóhann fyrir eitthvað að valda það, þá kóngurinn komin í skollinu biskupsins. En ef að hvítur leikur núna 1-5, þá svartur alltaf riddari F5 til þess að stoppa upp í hólurnar. Og ég ekki viss að hvítur vilji taka það og tekur svartur með peði og þó að hvítur vinnið þá D6 peði þá opnast ýmsar línur og færi fyrir svartan. Þannig ég ætla að spá því að Heimir leiki bara biskupinu sínum eitthvað og komi hróknum í spilið. Gæti farið með biskupina E3 líka. Þetta gæti orðið mjög skemmtileg skák. Hann leikur 1-5, þá kemur pottið riddari F5, og ég ekki hrifinn af þessari stöðu fyrir hvítan þó hann sé peði yfir þegar hann drepur á D6. Einhvern veginn á tilfinningunni eins og svarta staðan muni lifna við. Kannski hef ég rangt fyrir mér. Biskup Davíð 4 skák og svo riddari F6 til dæmis. Alveg sem að Jóhann kemur með eitthvað mjög mentað núna. Einhvern veginn fannst mér eins og svartur væri með góð færi hérna. En þegar ég hugsa meira þá sé ég að hvítur kannski getur tekið E-línuna, mögulega hrókur F6, hann hótar D6 peðinu, það verður hann ekki að valda svo auðveldlega, nefnum með kannski hrókur D1. En það spurning hvort að hvítur alltaf gefa sér tími í það. Riddari D5 á hann með tempói, þá fellur D6 peðið. Heimleikur hrókur D1, þá fær svartur smá tíma til þess að losa sig einhvern veginn. Með einhverjum hætti. Riddari D5 hótar hróknum á F6 og hrókur drepur Davíð 6 og hvernig ætlar Heimir að fylgja þessu eftir. Hrókur E1, þá kemur hrókur E6. Hann verður eiginlega að virkja hrókinn sinn á A1. Hann verður eiginlega að koma honum í sóknina þessi biskup svo hann tekur svo lítið þátt í sókninni. Hrókur E6 núna. Er það ekki alltaf leið fyrir svartan? Af hverju leikur Jóhann ekki hrókur 1-6? Ég get ekki alveg sé. Já, hrókur E6, ætlar hann þá kannski að leika biskup Davíð 2 og hóta riddari C7, getur verið. Þannig að leikur drottning F8 bara. Nú myndi riddari C7 hóta hrókur E8 en það nú frekar auðvitað fyrir svartan að stoppa það. Eða hvað? Riddari F6 að tapar hann G6 peðinu. Jóhann nú mjög klókur varnarskákmaður. Þeir undir pressu. Það alveg típist að Jóhann myndi einhvern veginn klóra sig út úr þessari pressu og standa sér allt í einu uppi með strategist unnið tafl. En nú þetta orðið mjög hættulegt, af því að ef að kóngurinn hans fer á H7 þá getur komið riddari G5, kannski drottning H3 sem er mjög óþægilegt, en hann fer á F7. Eini gallinn við hvítustöðuna að það vantar eitthvað til þess að klára dæmið. Það vantar hvíturitarbiskup. Það eins og sé ekki alveg nógu margir menn í sókninni. Þessi tveir hérna ekki alveg með.
Heimir þarf að leysa það einhvern veginn. Kíkjum aftur á þetta eftir augnablik. Kíkjum aftur á Arnar sem er með svart á móti Lenku og Arnar er nú örugglega með verra tap sýnist mér. Hann er peði undir og Lenka með biskupaparið. Þetta lítur vel út fyrir Lenku. Ég ætla að kíkja aðeins á neðri borðin og sjá hvað er að gerast til dæmis hjá Arnari 05. Það er Arnar Valsson, ungur efnilegur skákmaður. Hann er teflað við Odd Þorra. Ég ætla að sjá eldsnöggt byrjunina. Þetta var Kongsinduri sem er svolítið óvenjulegur hjá svörtum og þetta er ekki góð tækniski á svörtum. Hann er með allt og veikar svartareiti. Arnar vinnur peð og er komin í stórsókn og svarti kóngurinn er komin alla leið á B6. Arnar endurtekur stöðuna einu sinni og hér þarf hann að finna drottning Bjarni 4. Leppar C4 peðið af því að svarta drottningin er á D4. Svarti getur enda tekið á E5 með skák. Hótar þá riddarinn á G5 en hvítur hótar sjálfur að leika riddari C5 og hvítur hótar líka að taka peðið á C4 og ég sé ekki alveg hvernig svarti getur varist þó að svarti getur tekið bæði biskupinn á D3 eða riddarinn á nú getur hvítur bara að leika riddari 1 og 4 hann leikur kongur F1, skiptir ekki öllu máli hann hótar bæði að taka á C4 og skáka C5 og svarti tapar drottningunni hið minnsta sýnist mér. Nú riddari C5, drottning drepur einleikuru og þá er þetta bara algjörlega búið. Svarti getur auðvitað barist áfram, hann gerir það vafalaust. Hvítur hótar líka drottning Series 4 skák sem vinnur allt eiginlega. Biskup, hrók, bara hvað viltu. Tekur hann örugglega hrókin, já. Og þetta er búið. Glæsilegur sigur hjá Arnari Valssyni. Hann er bara 18 sekúndur eftir en ég reikna með að hann klári þetta. Arnar tekur hér og svo bara brunur hápeðið upp í borð. Á meðan er það að gerast að Arnar Gunnarsson er búinn að vinna sína skák skyndilega á móti Lenku og er sigurvegari mótsins með 9 eininga 9 mögulegum. Óskum honum til hamingju með örugga taflmennsku. Jóhann Hjartarson vann sína skák með 8 af 9. Halldór Ingi vann sína skák líka og er búinn að tryggja sér þá 3. sætið, glæsilegt hjá honum. Hann er fyrir ofan mjög sterka titilhafa. Bragi Halldórsson 4. með 6 af 9, Guðmundur Gíslason 5. með 6 af 9, Heimir með 5 af 9, svo er það Áskell með 5 af 9, Lenka, Kristján Halldórsson, Halldór Pálsson, allir með 5 af 9 og aðrir minna eins og sagði. Það er ennþá örfáar skákir enn í gangi og ég ætla að sjá hérna eldsnögt. Hérna er Matlib 107 og Karl Egill. Ég er ekki alveg klárað í hvaða Karl Egill þetta er en ég reikna með þessi Karl Egill Steingrímsson. Norðanmaður. Held ég sé að fara með rétt mál. Þetta getur verið hann. Og hann er hérna með svart á móti Matlib sem ég veit ekki alveg hver er. Kíkjum á það eldsnögt. Hvítur er skiptamenn yfir með unnið tafl. Þarf ekki að gera neitt annað en að ýta hápeðinu sínu allalega upp í borð. Með hjálp kóngsins sem er reyndar svolítið lokaður úti. Þetta var, já, einmitt. Krókur C8. Hvítur er að vinna þetta en það er smá tækni á. Þetta er skynsamlega gert. Fara í drottningapeðin og vinna þau og þá er þetta auðvelt mál vegna þess að ef hvítur er með 2 frípeði í svörtu þá getur svartur ómögulega að stoppa bæði peðin í einu. Hvítur ýtir bara hápeðinu og B-peðinu og svartur getur lítið gert í þessu. Ég held að sé með alveg bóka sigur hjá hvítum hérna. Þetta er þó, já, Ekdal. Ég veit ekki alveg hver þetta er. Einhver Ekdal sem er með hvítt. Það má gjarnan útskýra fyrir mér hvaða maður þetta er. Ég hef aldrei heyrt um hennan skákmann en hann er að vinna hér gegn Karli. Síðasta skákin sem er enn í gangi er skákin hjá honum Ingvari Woo gegn Gunnari Gunnarsinni.
og Ingvar er að vinna hróksamtali. Ingvar er með 4,5 vinning af 8, flott mót hjá honum og hann er að vinna hérna með hrókur H6 eða kongur G6 sem þetta dugar svo sem líka, hrókur F8 vinnur og drottning, nei, Ingvar er kannski eitthvað stressaður að vera að tefla við svona góðsögn eins og Gunnar er. Og núna á svartur ekkert mótspil, hrókur A8 eða kongur G7 og hvítur fær drottningu og er þá heilum hrók yfir. Gunnar teflar áfram með hrók á móti hrók og drottningu en Ingvar klárar þetta og nú hlýtur Gunnar að gefast upp. Já, hann gerir það og Ingvar sigrar þetta, vel gert hjá honum. Og þá er mótinu bara lokið og Arnar sigrar eins og það sagði með 9-9, Jóhann annar með 8-9 og Halldór Ingi átti mjög gott mót og er þriðji með 6,5 af 9. Látum þetta gott heita þessari yfirferð af upphitunar móti skáksambandsins fyrir Íslandsmótið í netskák sem er á miðvikudaginn, langar með þessu. Gaman að fylgjast með þessu, takk fyrir samfylgdina.